Já, ég nýkomin heim og þar var ég á Humlakúrnum. Humlakúrnum, já, í Danmörku. Já, þar satt maður og drakk bjór allan daginn, þannig að ég komin heim og ég ferskur. Já, þetta svona when in Rome. Já. Ef þú ert í Danmörku, þá ertu á Humlakúrnum. Það nefnilega svolítið svo leiðis. Þess vegna Daninn svona líeglað. Akkurat. Íslendingurinn orðin pínu pirrara því við fáum svo leðilegt veður. Já. En Íslendingurinn vel líeglað á sumrin þegar það gott veður. Það hár rétt og ég líeglað í dag. Því ég hef svo mikla trú á því að það að koma sumar. Það eru komna flugur. Það nákvæmlega, það eru komna flugur. Það eru komna flugur. Ég fann að heyra í fuglum í garðinum. Við getum ekki fara að lendi í einhverju ömulegu sumri og með flugur. Það bara ekki hægt. Hversu vont það að fá bara flugur? Já, vera með bíflugur og geitunga og svo bara, vont við. það bara ekki sens, það ekki fara að gerast. Þannig að þú ert, bara fyllandi fín. Já, og fróandi góð. Það æðislegt að heyra. En, hinn harði Egill Einarsson. Með lífið óbæli vefla. Já, þú ert bara ákveðlega góða. Ég hef aldrei verið betri. Uppáhalds Íslendingur minn. Uppáhalds Sko, við erum búin að hands down, Milli bara ákveðlega vefla, Villi. Já, við erum búin að ræða Villa. Ég í tímil. Villi var að svara Agli inn á Facebookinast. Hann ætlar að koma til okkar sem gestur en leið og hann kemur til landsins. Hann FM 95 blöð, hlustandi og aðdáandi. Ok, og við erum alltaf miklu aðdáendur hans, þannig að þetta myndi bara, það verður ekki að bjóða hann og taka bara í þátt með okkur eða eitthvað. Ekki spurning, allavega að fá hann í spjaldkallin. Og við verðum að byrja að segja, Villi hvernig líður og hann verður að taka aftur fyrir okkur með Villi. Já, af því að ég hugsa hann hafi ekki tekið það sem hann bara dókið í þættinum. Já. Eigum við jafnvel að ganga það langt að reyna að fá unnibyrnu til að koma og spyrja hana þessu? Það væri rosa. Það er bara alltaf leið með þetta. Taka bara reenactment á þetta. En Egill, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri. Núna sumarið officially komið. Ég ætla að henda þið fram. Ok. Sumardagur fyrsti. Hann er næstu viku. Næsta fimmtudag. Það komið. Ok. Og ég elska sumarið. Ég held til dæmis núna, við erum ekkert að fara á meiri snjó held ég. Ekki síðasta snjókorni fallið? Aldrei segja aldrei. Nei, ég veit, á Íslandi. Nei, ekki á Íslandi, en við erum alltaf svona í feeling eftir veðri. Það við tekið eftir því. Ef það fínt veður, þá erum við þessir. Það líka bara Íslandingur. Já. Og að labba út á mótnana, ekki í úlpunni. I love that shit. Já. Elskar skilin eftir heim. Það geggjað að maður getur fara út á peysu. Maður spáði Ég byrði ekki meira sko. Ég ekki byggðum að þurfa að vera á ból og stöðbuxum. Flíspeysa. Sleppa jakkan. Já, ég geti verið í flíspeysu. En pældi hvað mikið að hefnu fólki. Það eru til börn sem fættust bara og eiga bara heima á og vinna á Benidorm. Hættu með Benidorm. Það ekkert gott að vera það. Þetta ógæslu stað. Ég ætla bara að segja, þetta viðbjörn. Þetta subbustað. Myndur þú nenn að vera bara þarna Stikki, Viki, Sexy, Barbara, hundleiðilegi Bretar á enskuströndinni. Af hverju viltu vera? Það er alltaf sól og gott veður í LA líka. Það er ekki LA, það er Miami. Maður þarf ekkert að vera alltaf á ensku Hvað ætlar að gera á Benidormið? Ég skildi ekki. Nei, hann vildi bara hvítur, sandur það 30 steg hiti. Nei, það er blóður sandur. Nei, Beni reyndar ekki af slæmur og fólk heldur, sko. Það er ekki af slæmt og fólk heldur. Ég er mjög hrifinn af Beni. Það er bara að breska hverfið svona vibbi. Akkurat núna 16. apríl, það er 20 steg hiti á Benidorm núna. 17. apríl. Ef ég segi Benidorm 5 sinni viðbót, þá lappa ég út úr stúdíónu. 5 sinni viðbót, ef ég segi Benidorm, þá lappa ég hér út. Það er að fara. En við erum með veisluhand ykkur í dag, kæru hlustendur, eins og alla föstudag. Og hvað er að tala um? Já, það sem ber hæst að við erum með rosalega tilkynningu í dag og nú er þetta ekkert bara eitthvað Egill með eitthvað tilkynningu sem er sorgleg, skilur. Þetta er sameiginleg tilkynning. Já, það er alvöru tilkynning frá FM 95 blöð í dag. Og ég ætla líka aðeins að koma ykkur félarum óvart í tilkynningunni. Já, eina sem ég veit alveg hvað þýðir að þú sér það var að koma okkur óvart og ég og Steindór vorum að ræða það við þurfum ekki trailer í þessa tilkynningu ef þú ert að fara að henda. Sko, það er líka stundum bara hægt að tilkynna hluti bara. Það er bara að tilkynna hlutina og það þarf ekki alltaf að henda í trailer. Ég mögulega er búin að hendi trailer. Æ, það þarf ekki Sjokkers. En ég er búin að það. Ég fór í gær. Og verður það að spila hann? Ég heyrði Peter Welmy Anderson. Hann hjálpaði mig við trailerin. Ég er búin að lesa hann er klár. En við getum ekki verið til að spila. Ég kom sér ferðinga upp eftir til þess að græja trailerin og það kom okkur óvart. Hvernig heldur þú getur komið okkur óvart þegar alltaf þú segist alltaf koma okkur óvart og vitum þú með eitthvað skýta trailer? Hvernig er með skýta trailer? Í síðasta væti til dæmis. Hvað er að gerast hjá Mæli og Patrik? Lélasti trailer sér heilt? Nei, fólk var að peppa hann þvílít á Twitter. Það er þig að lána hann. En burt séð frá þessum trailer þá er
útvarpsþátturinn FM 95 Blöð með rosalega tilkynning. Við erum spenntir og þetta verður geggjað. Og til að uppdata þið Blöð, þannig að Twitter sé setti nýtt á fað og viltu vita hvað er að frétta af Miley og Potti Skottsson er í 336 favorites staðinu okkur. Ok. Þannig að það er öllasokkur upp í þig þar. Það er bara þannig. Fólk vill vita hvað er að frétta af Miley og ég er með sjálfsögðu minn dagskólið í dag, Miley dagskólið. Nei, þú mátt koma smá Miley í slúðurinn eftir. Þú farði ekki þinn eigin dagskólið. Nei, við náðum ekki svona klára þáttinn síðast og þar spilaði inn í þessi ógæslega nýja dagskóli. Er eitthvað pæling að vera að koma með heilan dagskóli Miley saman? Já, hann kom með trailer á takstein. Ég verða að vera með auðvælið. Við skulum hafa löppin verða að fara niður. En hvað með fólki? Það er ekki að hlusta á fólki? Jú, ég hlusta alltaf á fólkið og þau fá að vita. Fólki fær að vita í slúðurinu hvað er að frétta af Patrik og Miley en ekki kannski sér dagskóli. Hann kom með trailer fyrir þetta. Já, það er ekki hægt. Þetta er bara ekki lagi. Ég hef ekki heyrt hann eins. Nei, og heppin. Það mun aldrei hlusta. Þú varst á humla-kúrninu mátti Danmörku og mistur á hann. Við erum með kortmynduru frekar, við erum með Sturla staðrendir. Engamálið kemur aftur eftir góða pásu. Ég er svo spenntur fyrir engamálum. Ég er svo gaman því. Engamál.is, það er virkilega góða dagskalur. Þá ringjum við í einhverja konur hér í bæ og hlátum við svo að vera að tala við á engamálinu. Herru, Íslands slúður er í dag og það er brakandi fest í dag. Ég fekk svo mikið af tölvupóstum minni og rúti að það er fest í dag. Svo erum við myndir fyrir cash, við erum með tilkynninguna og þar er vist Egill búin að búið til trailer, beðist afsökun á því. En tilkynningin er skemmtileg. Við erum farin að beðast afsökunar fyrirfram fyrir þessu trailer. Svo ertu búin að krota hérna inn stuðlag. Ég er með stuðlag í dag. Þú sleftir í síðast hjá mér. Er DJ Alligator að fara að mæta aftur eða? Herru, fyrir utan það sem við settum eins og hérna á 50-daginn að þú settir enda á miðvikudaginn hérna í gær, þetta lag Balloon með DJ Alligator viðbjóður besta lag ever. Akkur er það ekki Team Alligator? Það er bara ekki hægt með svona tónlist. Það er ekki hægt. Þetta er ógætt. Þetta er bara það er bara sem verið að berja kett í vegg allagi. Sko, þrjú bestu lögin hans eru The Whistle Song, hann er með Sucker My Lollipop og hann er með The Balloon Song. Ég leiði fólki líka að sjá á snapchatun okkar FM9 blöðsnappinu, vídeóðans. Það var bara einhver teikni myndi að halda blöðru. Því líka metnaður laður í þetta hjá honum. Og ég barasta. Alveg skelfulegt. Hér eftir smástund slúður en byrjum að veisla. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957, það er Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi og strákar, það styttist í sumardaginn fyrsta maður. Já, þú kom inn á það, hann er á 50-daginn bara. Já, þetta er að Hvað ætla að gera á sumardaginn fyrsta? Ég ætla að fagna þessu ykkur minn, ég veit ekki alveg hvað maður gerir. Ég ætla að fara í Nöllósvík með eitt Solbert, ég ætla að taka arbeigur, uppbyggingar, blag og ég ætla að hella í mig. Já, þú ætla alveg pottet að því að vera bara geggjað viður á sumardaginn fyrsta. Það heitir það bara. Næ, vonum það allavega. En það styttist hér í engamálið og það er svo solid plan. Já, þvílíkt plan hjá honum. Hann ætlaði bara að æfa á þetta í það í Nöllósvíkinni. Búin að hugsa þetta lengi. Mjög skemmtilegt. En það er, já, eins og ég segi, komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og já, ég er með ágætis pakkandi ykkur í dag. Ég ætla að byrja á Britney Spears. Já. Og hún var að halda tónleika á dögunum þegar einhver viðbjóður í salnum öskrar á hana You Fat Bitch sem er ógeðslegt á einhver viðbjóður hann í salnum greinilega. Var það heyrur sem borgaði sig inn á tónleikana til þess að vera með leiðindi? Já, greinilega sko. Og er Britney eitthvað slippin þess að dagana? Nei, nú bara lítur vel út. Ég hef alltaf verið í tím Britney. Já, ég er í tím Britney maður. Alltaf verið. Og hún svaraði, Britney Spears response var You fucking asshole. Þannig að hún leta hann heyra það og bara svona stoppaði fyrir á tónleikunum til að rakka gaurinn niður. Ég hef látið hendunum út að yfir hún. Já, en byrju, heyrðu hún bara í honum okkar? Var þetta einhver 100 manns bara? Nei, hún er líka í fínu formi. Tróðfull höll og hún bara röllt eitthvað og heyrði grein lísu ógeði og leta hann heyra. Ég ránaði með hann. Já, ég líka. Hvort voru þið meira Kristina Aguilera Britney? Vá, hvað er góð spurning, þetta grínast það. Já, þetta var bara Ég var alltaf, þær voru alltaf svona að keppast eða ekki. Ég var alltaf meiri Britney með það sko. Já, ég sem að Kristína var mjög góð lög. Muni hann inn í nefaleika hringnum þar sem hún labbaði. Já, Dirty. Já, hún er alltaf miklu betri sönguna. Já, mér fannst Genie in a Bottle alltaf besta lagi hennar Kristínu. Þetta Kristína betri sönguna? Já, ég held að hún sé það sko. En ég erfitt að velja. Ég ætla að segja Team Aguilera. Já, ok, maður Britney hérna með. Ég get ekki valið. Getur ekki valið, það er bara þannig, svo er það hérna vinkona en hún Kim Kardashian það er að koma fréttir að henni að hún snappar í hvert sinn sem að hún sér
línu í andlitun á sér. Svo ég að skoða þetta myndina, það svolítið til í þessu. Hún á sama aldri og við og fínast aldri, en sko, það ekki ein hrukk í andlituna því að hún lætur vist alltaf fylla upp í það leið og lætur sem sagt aðstofafólk sitt heyra þegar hún sér, það ekki eins og hrukka, bara hún sér línu í andlituna á sér. Hún vil bara vera spegilslega. Ertu ánægð með það? En það eldast bara með smá dignity. Hugsa útliti. Þetta kallast ekki hugsa útliti. Nota tæknina. Hún sé línu. Ég ekki hefinn þessar línu. Eigum við ekki að fara að láta skoða okkur aðeins? Ég segi hún var Botox okkur félag. Já, akkur förum við ekki. Ég var aldrei Botox. Ég var alveg til að strekja aðeins í kringum augun. Bara svona aðeins. Ég myndi aldrei þóra í Botox. Hvað 5 ára ást? Nei, svo getur þetta líka misefna svo algjörlega. Kemur allt inn hérna og hvað, bara getur ekki sínt svipbrigð eða eitthvað. Ég myndi aldrei taka sens. Svo nærrar í matabóðu og fer allt tilbaka. En að laga nefið eða eitthvað. Ef að fara allir í eitthvað rugl. Ég er ekki alltaf leið með nefið okkur. Strákar, ég væri alveg til í að fara til ítalæknins og láta hann gera eitthvað við mig. Hvað myndir það að gera? Bara laga einu og eina hrukku og strekki í kringum augun og jeppi laga nefið. Hvað segir þú? Og ég legg þessi taka kannski smá kviðfötu líka. Taka smá svona muffintoppana aðeins af. Já, kannski allt í lagi eitthvað að láta ditta hans í sér, ég veit það ekki. Ég myndi samt aldrei þóra þau, en ég myndi aldrei láta það sprauti með Botox. Það er bara staðfest. Látt ekki svona, ekki vera hrættu við sprauti. En málið, þú voru áttað á, eitt sem þú voru áttað á, blöð, þú fattar ekki með Kim. Hennar cash flow er andlitið á henni. Hennar cash flow er líkaminn hennar. Ef hún sé hrukku, hún bara ég er að tapa cash. Nei, svo er hún með fullt af bröndum og svona. En það var Kim Kardashian og svo var ég hef búin að gefa Agli leyfi á slúður það því hann sagðist vera með skemmtilegan punkt Wesley Snipes sem að þú verður ekki ánægði með stendi. Jáhá. Hvað var það eitt? Hvað er að fara að gerast núna? Ertu að fara að drulla yfir Snipes? Nei, ég ætla ekki að drulla yfir hann, en þú veist að lífið hans Wesley hefur ekki bara verið sólskinn og seikjóar. Nei, já, sjálfsögðu ekki. Þetta er ekki bara kolpa og rjóma þessi honum. Og það er líka bara eðlilegt. Það var verið að gefa nýlega út lista á mjög virtri síðu Forbes. Þú veist náttúrulega Wesley vinniðin fór í fangelsi því hann borgaði ekki skatt. Já, ég kann það. Hann sleppti ekkert bara í 3 mánuði, sko. 10 frægustu skattsvikarar heims. Og ég er á þeim lista. Hann er í öðru sæti. Öðru sæti er það? Hann gaf ekki upp neitt til skatts frá 99 til 2004. Það borgaði hann ekki $1. 99 til 2000, þetta eru 5 ár. En veistu hvað hann rakaði inn að beinhörðun frá 99 til 2004? $38 milljónir, ekki $1 fór í skatt. Ég er ánað með minn mann Wesley. Hélt hann að myndi komast upp með þetta? Ég er bara mjög ánað með minn mann. Nei, hann hélt ekki að hann kemist upp með þetta. Hann var bara búin að fá nóg. Skatturinn að hyrða allt af sér og... Er Wesley Snipes hann er bad boy. Já, nei, er hann Sölvi Tryggva þeirra Bandaríkjamanna? Hann fekk bara nóg á kerfinu og neitaði að borga. Já, það er bara nákvæmlega sem hann er að gera. Hann er líka að jóka Ég sé smá Wesley í Sölva Tryggva. Já, svo er líka, sko, Wesley Snipes er góður með sverð. Er hann ekki alltaf ykkur samræði dæmi? Sölvi Tryggva á fullt af sverðum. Sölvi Tryggva er okkar Wesley Snipes. Wesley Snipes er 3 ára fangelsi fyrir þetta, því miður. En hann er komin út og lífið leikur verið í dag. He's back with a bang. Slúðupakki dagsins. Hann var með allt niður sig. Hann var til dæmis núna gripin í neða ég er að lesta hrista sig. Það var slúðupakki dagsins. Takk fyrir það. Fermingadagar í Elko. Ótrúlegt úrval af fermingagjöfum á frábæru verði. Sjónvörn, tölvur, leikjatölvur, símar, heyrnartól, hljómtæki, myndavélar, hárblásar og sléttujárn. Allt fyrir fermingabarnið. Elko, einfallega lægra verð. Á þjónustustöðum Shell þjónum við til sætis. Það er að segja bílsætis. Starfsmaður okkar fyllir á tankinn á sama verði og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Einn heppinn þáttakandi í fermingarleik IKEA vinnur 100.000 króna úttekt í versluninni. Kynntu þér leikinn á ikea.is. Toppbaráttan er að ná hámarki og bara 3 orð í kollinum á United mönnum. No way, Jose! Tippað á Chelsea og Manchester United. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Háskólapróf í daglegri iðju mannsins. Iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Flott föt, frábært verð. FNF Kringlunni, Litlatúni Garðabæ og Furuvöllum Akureyri.
Sumarið komið í Bíkó. Hekklipur, garðslöngur, gróðurmold, skóflur, blómapottar, allt fyrir garðverkin. Bíkó. FM 95 Blö í boði Hamborgarafabrikunar. Held ég kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við stráknum þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við ætlum að launa ykkur með góðum þætti, verðum hér til 6 í dag, styttist í svaðalega tilkynningu frá útvarpsþættinum FM 95 Blö og já, þetta er tilkynning af dýrari kantinum fyrir niður. Já, ég meina þetta er bara... Ég er ánægður með þetta, þetta er svona, þetta er á bucketlistan mínum þar sem við erum að tilkynna. Já, þetta er dýrasta tilkynning sem þátturinn hefur komið. Ég er með trailer. Og þú ert með trailer fyrir það sem að, já, enginn bað en þú hendir í. Það steytir sér til hérna í, skal ég ekki segja, einkamálið sem að hefur ekki verið lengi, stendir þú ert að fara að hlaði í einkamál. Akkurat. Íslensk slúður og fleira, en já, áður að fá tilkynningun og annað, þá ætlum við að fara í dagskrárliðin kortmyndur frekar. Aha. Og já, ég ætla að svissa, ég ætla að hafa frekar kortmyndur fyrir cash setna í þettinum. Ok. Þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og ég er mjög spenntur fyrir einni spurningunni. Ég held að hún gæti orðið skemmtilega. Ég er alltaf smá kvíðin fyrir kortmyndur frekar. Já, það er svolítið þægilegt í dag. Þetta er mjög erfitt hjá Blándeg. Nei, þetta er nefnilega ekki erfitt í dag. Ok. Og að sjálfsvík, glemdi ég byrjun þáttar. Ég vil óska Tindastólsmönnum til hamingju með það að vera konur í úrslit í körfunni, finals. Hvenær hefur það gerst? Hvenær gerist það síðast? Það hefur gerist 2001 held ég. Ég held að sé mér að þakka. Ég var með ball og krókum með daginn í Tindastólsbúning og ég keyrði svolítið stemningu í bæinn. Já, fólk fyrir norðan er mikið að þakka þér fyrir þetta. Það er komið hérna kortmyndur frekar og er tilbúinir drengir? Já, og þá fyrir við í fyrstu spurningu, kortmyndur vilja vera geggja góður á snjóbretti eða brindbretti? Við mættum velja. Já. Þetta er kannski svolítið lettur að býra á Íslandi. Já, mjög lett fyrir mig sko, persónulega. Nú. Alltaf, brindbretti. Brindbretti, hvað? Kemst aldrei á Íslandi? Já, safna ég síðu, ljósu hári og neglum minni er svona 5% í fytu, eða þannig að bara surfa. Hvar? Þykka ljósa hár. Þú varst með lokuð augun þú varst að tala um. Já, þetta er sástu þetta? Þetta er ekki lægi maður. Hann er að sjá þetta fyrir sig. Já, og var svona einhver unasvipur í andra. Þú varst að hugsa sjálfa þig sko með hárkollu. Ætlar að flytja út. Og þá er ég á ströndinni. Já, þú mútti flytja út og vera á brennbrett alltaf bara. Eða bara undarsvíkinni. Já, í blöðgalla þá. Sko, snjóbrettið þegar stendur þig. Nei, sko, málega er að mér er illa við sjóin, sko. Er ykkur ekki illa við sjóin? Nei. Það er alltaf alls konar draslandamæður og... Elskar að vera á jetski. Ég elskar dýr. Er það? Mér finnst alltaf smá óþægilegt að vera í sjónum, sko. Ég fer alveg í sjóin, en það er óþægilegt. Veist ekkert hvað er undir og sérð ekkert. Það er líka hvað drast í snjónum. Eins og Andri. Hvað drastir í snjónum? Hvað er drastir í snjónum? Eins og Andri Sindós, þegar vorum eins og svona ellendis, var ég búin að segja eitthvað það. Vorum á jetski og hann spurði gaurinn sem var svona að sjá jetskiinn að bara, are there any sharks here? Og gaurinn bara, it's the sea. That's their home. Hann bara brunaði beint tilbaka. Ég meina auðvitað. Hann hætti á jetskíinu. Nei, meina þú veist það er alltaf hákallar að koma nála ströndinni. Maður er alltaf að sjá það og lesa greinar og sjá vídeo af því. Það getur alveg gerst þegar maður er sjálfur. Það er búið að hræða þeim alltaf mikið með þetta. Þannig að þú ætlar að taka snjóbretti? Ég ætla að taka snjóbretti, alveg klárlega. Og það er líka kannski hendur að við búum á Íslandi og það er hægt að fara upp í Bláfjöll og taka smá rönn þar. Að bögga með rosalega kunningi á snjóbretti og skíði. Já, ég held ég að vera svona 3 ára snjóbretti. En já, ég var alveg fín. Ég var farin að ná að sko taka svíinn sko. Og bremsa. Og ef ég var að fara, ég leti bara þetta, ég var komin úr hratt. Mjög glending. Já, mjög glending. Svo er það næsta. Ef að þið væruð að fara með konun ykkar í hlutverkaleik, það er að komið hans að krydda upp á Akkur horfður bara mig? Nei, þú horfður alltaf bara mig. Alltaf þegar við fyrir að tala um ykkur svona, þá horfður bara mig. Kannski meiri reynslu. Ekkert svona, ég nenni Stakar, heyrðu, það er eitt annað. Ég sverða, ég var ekkert að horfa meira á þig. Jú, ég horfið alltaf á mig. Nei, ok, sér, ég er að horfa Egil. Sér það, hérna nú. Já, en þegar þú varst að spurja, þegar þú varst að segja spurninguna, þegar þú varst að tala um hana, þá horfður á mig. Nei, ok, það er bara að vera, það var að fara að krydda hans upp á í sambandinu hjá okkur. Þið og konan eru að fara í hlutverkaleik. Hvort myndið velja að vera slökkviliðsmaður eða læknir? Slökkviliðsmaður eða læknir? Ég þá kemur bara einn spurning. Hafið þið farið í hlutverkaleik? Hreinskilið svar, við ljúum ekki að hlustundum. Nei, ég hef ekki gert það. Hlutverkaleik. Þú farið í svolítið. Hefur maður ekki dressað svo upp í eitthvað rugl eitthvað tíma? Basically það er það sem ég er að spurja. Þú hefur farið í hlutverkaleik. Já, þetta er svona, sko, maður hefur aldrei verið eitthvað skilur í einhverjum búning, fattar sjálfur. Maður hefur aldrei verið eitthvað svona, að vera svona í einhverjum búð og bíp.
Þetta skýrst þér að fara, eitthvað svona léleg hlutverkaleikur. Minnum á skets með Pétri Jóhanni sem var leikið í svínasúpunni. Já, mjög gott. Nei, en ég þarf endilega að gera það. Ég held að það getur verið mjög skemmtilegt. Hvort myndir þú að slökkviliðsmaður að læknir? Ég myndi henda á ég myndi henda slökkviliðsmannin. Svona meira þú. Já, það er meira ég. Ég myndi vera jafnvel skítur í framan. Ég sé fyrir mér svona, þú veist, ég banka hurðina. Þú ert læknir, algjör læknir. Ég er í hvítu slopp með komið svona gleru, lúkkaði gáðari. Þú komið í heimilis? Já, greitt í hliðar svona. Já, við vorum að fá niðurstöðuna út með AIDS. Nei, panta ekki bara inn að leik með þér. Þetta var bara, ég veit bara í magan. Bara ógæst. Ég gríla. Hérna, þau bara í næstu. Hvort myndir þið vilja vera gaman í hlutarkuleik með þér? Aðeins bara að drepa stemminguna. Það er bara eins og að segja ykkur að dáið í eldin í næsta húsið eitthvað og slökkviliðsmaður. Besti leikari heims eða besti söngvari heims? Hann dó. Besti leikari heims eða besti söngvari heims? Já, síðasta spurningin. Hvort ekki? Besti leikari heims eða besti söngvari heims? Já, ég myndi alltaf velja besta leikari heims. Já. Egill. Að taka eina ræmi með Caprio maður. Vera geggjar Hollywood-leikari. En að standari framann 100.000 manns að syngja eitthvað geggjarlag. Nei, það er bara ekki. Ég held ég myndi líka reyndar vera sammála Detective Stonefucker hérna og ég tek besti leikari. Við erum sammála þar. Jæja, þar hafið það strákanir. Steindi var slökkviliðsmaður, Egill var læknir og eiginlega báðir að besti leikari heims. En þú, Cash, í hverju? Leikari eða söngvari? Ég held þetta ekki söngvara. Mér langar rosalega að söngur þó ég sé það ekki. Þetta var kortmyndur frekar. Hér eftir smá stund er það Sturla staðrindir og engamálið. Þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 styttist í tilkynninguna engamálið, íslenska slúðrið og fleira. Akkurat. Gott að fá þið aftursteindi. Jón Jónsson fórindur á kostum hérna daginn. Já. Og alltaf gaman að fá. En hann er bara ekki með tætnar það sem Stjúni með hælan. Það er bara hann. Já sko, ég sagði að hann var með færa slúður. Já. Ég er spenntari fyrir íslenska slúðurinn. Já, ok. Ég er mikill aðdáandi Jóns og ég gat nú vel ekki fengið betri mann í stólinn. Nei, hann er líka góðvinur þáttarins. Já. Þú náttúrulega varst í Danmörku og mistar þættinum. Akkurat, ég var á humlagúrtum þar. Já, varstu satt á Sumbli. Gistur á Istegaði eða fórstu bara hangað að vesla eða hvernig var þetta? Heyrðu, gisti á Istegaði? Ég var út í sveit, ég var í Horsens í Danmörku að heimsækja gamlan vin úr Mósbænum. Hvað heldur þú að slaka niður mörgum köldum svona sirka? Ég veit 3 daga áti. Ég veit ekki, 100. 100? Nei, ég segir svona. En hérna, þú veist að það er ekki dæmt í þessum þætti, Steindi. Bannað að dæma. Já, bannað að dæma. En fórstu einn eða tókuðu hópferð á Istegaði eða vesla í samlu? Nei, herðu, við getum ekki talað, strákar, þetta verður að fara að hætta. Ágrís, þetta verður að fara að hætta. Þú varst í Danmörku? Nei, já, nú er ég fjölskyldumæður og sko, þetta er bara ekki hægt. Ég er að fá senda bara, kallandi með pervert alltaf, föstudag, þetta er ekki hægt. Ég er búin að fá á Twitter og Facebook og alls konar frá fólki og ég hef nú sagt þetta í þættir og þú ert ekkert perður að stríða. Veistu hvað ég fekk senda? Hvað ég segja hvað ég fekk senda á Facebook? Heldur að fólk haldi í alvörinu og sért perður? Já, það heldur. Nei. Herðu, ok. Þetta veit að við hvað fekkstu skilabóð? Já, ég fekk skilabóð. Viltu að ég lesa þessi skilabóð fyrir þér? Skilabóð og sért pervert? Já. Herðu, og þetta er fullorðinn maður sem sendir mér þetta. Læstu þetta? Já, veit það bara segja ykkur. Þetta er nákvæmlega sem ég fekk. Ég fekk þetta sendt núna á Facebook bara fyrir nokkrum dögum. Sæll Steinþór. Hann segir ekki eins og Steindi. Hann segir ekki Steindi. Hann segir Steinþór, hún er alvara. Í means business. Ég heyrði þættir hjá okkur félögum síðastlega í föstudag að þú ættir í smá vandræði með ákveðið vandamál. Mér fannst leiðilegt að heyra þið gerðu grín að grína því að þetta getur verið alvarlegt mál. Ég fann þessa grein sem getur hjálpað þér með góðum kveðjum bata og nafna sem ég ætla ekki að segja og linkur á blogg hjá pressunni klámfí. Það meistari. Nei, og þetta er ekki grín, hann var ekki að grínast. Ég sendi tilbaka á hann að gæja, lol, og hann sendi tilbaka eitthvað, hvað áttu við og eitthvað svona, hann var ekki að grínast. Nei, ok. Þetta gengur bara ekki, Nei, það er náttúrulega, við höfum ekki verið að gera grín ef að fólk er í alvörinu haldið klámfík, en ég get sagt það hér og nú að þetta var grín hjá okkur og Steindi er ekki. Þú ert ekkert klámfík, það er ekki bara svona áhuga. Herðu, veistu hvað
Veistu hvað þetta að koma illa út fyrir með að þið séu bara basically að tala þetta svona mikið. Við erum bara að tala þetta í 5 minútur núna. Getum við talað eitthvað annað? Það tölum bara eitthvað annað. Ekki, ég verð að taka undir. Það hellingur að gerast þetta. Já, ég veit það, ég verð að taka undir magla hana. Þetta ekki miklu meira áhugamál en því? Það ekki hægt að hanga með því. Það bara svoleiðis. Ef einhver fokkin pervert, þá það þið tveir. Ég held þessi minnsti perrin í þessu stúdíu. Það er ekki perri hérna maður. Þetta var bara eitthvað grín sem byrjaði og ok, þú byrjar að fá svona posta. Ég bara rjálaður út ykkur. Já, ég að fá svona daglega ángurís. Ég fæ oft svona. Ok, þá bara verður að taka fyrir þetta. Ég inn í fílu. Við minkum þetta. Það er eitt sem að má aldrei í þessu stúdíói. Það var regla sem var sett hér á fyrsta degi. Það má engun líða illa hérna. Ég fer ekkert í fílu, hvað heldur ég sé gæða ykkur? Ég hef ekki farið í fílu sem ég var bara 5 ára. Nei, en þú komið nóg að þessu samt eða ekki? Já, það er bara svoleiðis. Ég set núna fótið niður. Skrúum þetta aðeins niður? Nei, ekkert skrúum það niður. Fótið er komið niður. Ég tek undir með steinda að fólk má ekki halda þetta að segja ykkur perri og glámfíkill þegar við erum að stríða með. Hættu þessu að segja þetta maður. Nú setjum við öll að svo ekki blöð. Það er bara svoleiðis. Nei, ég er að segja að fólk má ekki halda. Ítt á næsta tíkt og einhvern takka þetta borðinu þér. Mat á veitingastað IKEA. Í apríl færðu grísasnitsel og meðlæti á aðeins 895 krónur. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Kíktu á PlayStation og Blu-ray daga í Elko. Fjöldi verðlækkana og ótrúlegt úrval. Elko, einfallega lægra verð. Tippaðu á Redding Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þolinmóð og óttalaus ríf með ástúðulegum vöfflufrönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Secret Solstice kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Wu-Tang Clan, stærsta rappljósveit 10. áratugarins, kemur fram í Laugardalnum í sumar ásamt FK Twigs, Kelis, Gus Gus, Hjálmum, Ham, Valdimar og Enzimi. Hvar verður þú þegar sumarinn er hámarki helgina 19. til 21. júní? Ekki láta þið vanta á Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Mér langar í hamborgara, mamma langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er það að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. Allt frá tennis til taekwondo. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Komdu og pröfaðu. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sem er 55-12-345. Kevin James mættur aftur sem Paul Blart, Las Vegas, besti öryggisvörður í heimi. Paul Blart, Mall Cop 2, kominn í bíó. Þann 1. maí næstkomandi flytjum við úr 118 yfir í 1818. Búðu þig undir nýtt og betra númer. 1818. Tvöfalt auðveldara að muna. Já er svarið. Comedy kynnir í samstarfi við Bola og Doritos hinn trillta Jason Rouse. Uppistand í Háskólabíóið föstudaginn 5. júní. Those Lord of the Rings looking motherfuckers. Hello, would you like some chips? Þetta hirðfíp frá helvíti ætlar að gera allt vitlaust. It's not really a comedy show anymore, it's more of a hostage situation I got here. Óbeistlaður, engir fangateknir og brjálæðislega fyndin. I always wanted kids, but I could never catch them. Jason Rouse í Háskólabíóið. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Gefðu þér tíma. Bóli, léttur. Doritos. Fyrir á djörfu. Hefurðu keyrt að allara nýjasta? Yaris Trend, nýr Yaris í tilefna 50 ára afmæli Toyota á Íslandi. Filmur í rúðum, álfelgur, heilsárstekk og krómlistar að aftan og á hliðum. Þetta hið eina sanna trendsett. Komdu þér í kynni við Yaris Trend hjá næsta viðurkennda söluaðila, Toyota. Í dag er föstudagur og bátur dagsins á Subway skinkubátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Vítamínveisla í Krónunni. 20% afsláttur af öllum bætiefnum frá gula miðanum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Hún sagði mér ekkert það að hún ætti kærast eða eitthvað maður. Ný íslensk glæpamynd eftir Jón Atla Jónasson, innblásin af raunverulegum atburðum. Ekki fyrir viðkvæma. Austur. Kominn í bíó. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi. Hagkaup, það
þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 Blu á silfurfati. Glóðargrillaða. Já, þeir eru hlust á FM 957. Það komið sumar eftir 6 daga. Hér í dag eru 3 glaðir. Steindi og... Allir í fíling. Já. Og Gilsi. Akkurat. Þetta var ekki alveg nokkuð einnkoma hér. Nei, hvað var að gera? Þú sagði við mig við 1 sekundu. Egil og kynir. Já, við vorum bara komin. Það gefur mig 5 sekundur og þá setjum ég í FM-gýrin og þá kem ég með já, þeir eru hlust á FM 957 hér á FM. Þetta var bara eitthvað sumar, Gilsi, Steindi og já. Geði 5 sekundur næst. Já, ég geði næst meira tíma næst. Þetta var miklu skemmtlar. Já, maður bara verið eðlur. Hér á FM. Já, hér á FM. En það komið að störluðum staðröndum. Eru tilbúin í það? Yes. Já, við erum klárið í það. Þær eru 10 eins og alltaf og þær eru bara nokkuð störlar og skemmtilegar í dag. Þó ég segi sjálfur frá. Er einhver fake núna? Já, það er ein fake. Og við höfum að giska á hver það er. Já, í lokin. Stonefucker vann það. Já, hann með rétt sést. Já, með rétt sést. Allir til. Já, við erum klárir. Þá kemur fyrsta. Konur blikka augunum 3 sinnum oftar en karlmenn. Why? Ég veit ekki, það er bara eitthvað. Býttu, af hverju getur það verið, strákar? Eru það að þotna í augunum? Nei, ég veit ekki, sko, versta sem þú lendir í, eins og núna, og eru eftir að gera nokkur smá grikk sem eru að keyra hérna í umferðinni eitthvað. Það er versta sem þú lendir í, þú byrjar að hugsa út í blikkiðin. Já. Eins og núna, maður byrjar að hugsa, hérna var ég að blikka, og ég að blikka núna eða? Akkur var ég að blikka? Það fær maður að blikka oftar. Já, það er mjög vond. Maður er dálítið eins og geðsjúklingur að maður blikka mjög mikið. Eins og núna, nú finn ég alltaf fyrir blikkinu, ég þólið ekki. Já. Ég er ekki að byrja að tala um þetta. Það eru sumir sem eru með kæk, sko, sem eru svona að blikka svona fast, sko. Maður þarf alveg að passa það, sko. Þeir þurfa að reyna að venja sig af því. Þetta er spes en sturlað. Já, en konur, það er blikka allavega 3 sem oftar en karlmenn. Svo er það næsta. Það eru 2 milljón gufur í Finnlandi og 99% finna fara í gufu að minnstakosti 1 sinni í viku. Já. Það er þannig. Þeir drekka mikið. Þeir eru jafnvel að hreinsa sig, sko. Já, þeir eru að taka svolítið af vodkanum og svona. Já, það er vesen á þeim, sko. Já. Farið þið í gufu það? Já. Gufa er mjög fín til dæmis eftir þjóðatíð og utanlandsferðir og svona. En sumt fólk notar gufuna í einhverjum öðrum tilgangi og það sé að mögulega rekið úr líkastöðunni sinni sem það var að gera eitthvað annað í en að setja og slaka á. Byrðu kominur. Hvað var eitthvað að hrista sig í gufunni eða nýri í sportlífi? Hvað er þetta? Sporthúsið? Var það í gufu þarna í völklasin? Já. Það er málið. Já, var eitthvað að gerast þar? Nei, bara, þú veist, ef Bjössi grípuð þig, Steindi, ef þú ferði í gufuna eða einhver að það er eitthvað fændiðinn og þú ekki bara að haga þig vel þar og gerir niður þig eitthvað, þá áttu rekin úr völklas. Já, það bara segir sér sjálft. Ég veist það nú bara að vera ágætis regla. Þá maður ekki bara að haga sér, er ekki menn bara í skílu og allir feskir? Að chilla eða? Hanglaði eða skíla eða eitthvað? Já, ég sá þetta verið fréttur dag, þetta var, fólk var að gera eitthvað annað en að chilla. Já, þá var bara, ég er sammála því, bara rekaðu úr giminu. Upp úr með þið. Næsta, í Svíþjóð nota 4 af hverjum 5 ekki lengur peninga. Það er allt í kortum í Svíþjóð og það er land sem notar hvað mest kredit- og debitkort. Og meira þess að stjórnarstaðarinn, það eru nokkrir heimilislausir byrjar að ganga með posa. Þannig að þeir eru að byrja um pening. Það er mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt. Herru, það er ekki afsökun lengur. Nei, það er ekki með pening á mér. Herru, ertu með 100 kall fyrir mig eitthvað svona, nei, ég er ekki með klinkfattaru. Já, posi. Ég er með posa. En það er samt eitthvað steikt við það að sjá heimilislausa mann með posa. Það er rosalega frekja, sko. Já. Það er rosalega frekja, er hann þá bara komið með eitthvað EHF eða hvað er maður? Ég hvet alla sem eru að harka helgar. Verður með posa á sér? Já. Sem meistari Jojo og svona? Já, sem meistari Jojo. Það er að vera posa og það er allir með kortin. Menn er ekkert mikið að vinna með kass. Nei. En myndur þú strauja kortið til útgangsmanni og leifa honum bara að taka upp að hérna? Já. Vil gefa mér smá cash. Komin í gýrin? Já. Það er ekki það. Ég og Jojo erum góðið vinnir. Ég hef hentar reglulega í töskunni á honum. Já, ég þarf nú ekki alveg að líka honum saman við útgangsmann, sko. Nei, við erum að segja hann er svona bara böska. Já, hann er bara, faransöngari. Nákvæmlega. Við erum að tala um bara líki í böskinu og svona harkinu. Já, þú meinar. Já. Svo er það næsta. 41% karlmanna leina kaupum fyrir maka sínum en aðeins 22% kvenna leina sínum maka. Karlmenn eru meira fyrir það að leina einhverjum kaupum. Já. Og nú spyr ég eitthvað drengir, hafið þið verið að leina einhverjum kaupum fyrir konunni? Nei, ég held nú ekki. Það geta það verið. Ég fór svona að hugsa út í þetta
Það veist, ég verð að viðurkenna, maður hefur kannski tekið konanu spurt á sínum tíma hvað kostaði miðin á fótboltaleikinn og maður hefur kannski lækkað aðeins. Já, ég hef nú alveg pottitt gert eitthvað svoleiði, sko, en ég er ekki svona, ég kem ekkert heim allt í einu bara, ég var að kaupa bíl. Nei, já, þú veist, bara var að taka lán og keypti bara bíl. Nei, ég held að sem er að vera að setja fela svona kaup fyrir konu. Já, nei. Myndu kaupaði nýjan töluleik á 29.000. Já, ekki segja hana. Og ekki segja hana, bara segja bara Sverri Gammer á töluleikan. Já, nei, ég held ég sé ekki í því, sko. En þú Egill? Það myndi þetta ekki í hug svona í fljótu. Nei, konur eru minni en kallmenn. Já. Svo er það hérna Colgate er í bullandi vesinni á Spáni með sína vörur því að Colgate á spænsku hljómar nákvæmlega eins og farðu og hengdu þig. Colgate? Já, sem er ekkit gott fyrir vörumerkið. Nei, eðlilega ekki. Takk þetta tannkrem og farðu heim til og hengdu þig. Nei, það er bara Colgate, því er eiginlega bara farðu og hengdu þig. Já. Þannig að Colgate er að ströggla þar. Já, og eru smá vesinni með vöruna. Ok. Sturlu staðreynd. Þetta er sturlu staðreynd. Þetta gæti þetta verið og hæstaskítur. Já, gæti þetta verið hæstaskíturinn eða? Já, það er ein fake. Ég hætti að pæla í því mér. Ok, nei. Það þarf að tánum allan. Það þarf að tánum, já. 1 gram af eitri úr King Cobra slöngu getur drepið 150 manns. Mundi ég að verða hrættur ég myndi sjá eitt svoleiðis kvikindi ég er alltaf að skríða ég fæ bara í maður. Ég vil ekki sjá svo slöngu. Ég myndi deyjur hæðslu, ég myndi sjá svona koma þarna upp svona Kobru. Já, ógeð. Bara hlaupa, srætt og getur. Það átt að hlaupa og sér svona. Átt ekki að standa kjörðu það. Að grípi flautu? Nei, ég myndi hlaupa hana. Grípi flautu, hvað ertu með flautaðar? Nei, bara svona pannflautu. Eða svona blokkflautu. Þú getur ekki stungið af björn. Nei. Ekki ísbjörn. Nei. Ekki tígrisdýr, ekki Þú lítur að geta stungið af Þú getur stungið af snák, það er ekki þessi. Er það ekki? Þeir eru hraðir, sko. Já, þú veist, ég myndi stinga nöðvöld af og Blondell, ég veit ekki nefndar að þú gæti lent í smávesi. Stend, ekki þú hlaup, bara þú að stíga á það. Svo það ég veit að vera eftir og taka þetta á sig. Flest fólk færði að minnstakosti einu sinni í svefni á ævi sinni. Fyrir ekki það? Já. Hvernig þá? Salót. Bara salót í svefni. Það slumpast út með það. Það er ekki að tala um hana á hámarki? Já. Þú getur fengið salót á hana á hámarki. Viltu þið þá, er það bara, vaknar þau bara og... Nei, ég veit ekki. Nei, en er aldrei að koma þetta hljóð aftur sem þetta. Og íbarasta, heyrist þetta í þér þegar hún er hámarki? Bara hættu þessu. Vorum við að heyra your sex sound? Þetta var ógeðslegt. Og íbarasta. Fyrir bara á næstu. Adolf Fick, hvað hétt hann? Já, Adolf Fick fekk hugmyndina linsum þegar að popcornsflugur festust á framtönnum hans í bíó. Spáði. Hann var bara í bíó, svo var svona flixur af foppinu, hann tókar af tönnunum, var svona fastar og fekk hann hugmyndina að, linsum í augu. Fekk viðskipta hugmynd. Mér finnst þessi svolítið mögnum, mér finnst ekki að vera síninni sama áhuga og ég sýndi henni þegar ég fann hann í morgun. Jú, mér finnst hann, ég er bara svona að reyna að fatta hvernig, er það því að þú veist, þetta er svolítið svona eins og linsa, þú veist, að þú tekur út og þú festið svona framan á og það fatt hann herri en að festa bara svona framan á augun. Já, þetta er gott. Vel gert hjá Adolf Fick. Já, ég er tím Adolf. Síðasta, segðu þá Adolf Fick. Já, ég er ekki tím Adolf, það hljómar ekki alveg nógu vel. Hann hefur verið fínn í kaffibúðu líka maður. Svo frá síðasta, Monopoly er ástæðan fyrir tugum líkamsárása og morða í Bandaríkjunum. Þannig að þá við erum að tala um tugi. Maður getur verið pirraður í þessu Monopoly. Já, hversu pirraður getur verið spiluð og þannig að drepa eitthvað. Herðu, ég ætla að kalla síðasta elgi. Nei, síðasta er ekki líka, hún er sönn, þannig að það er alveg að ræða hann aðeins. Það hefur verið kært tugi líkansárasa og morð út af Monopoly eða Matador í Bandaríkjunum. Já, ok, það er bara búin að henda hóteli á einhverja götu og einhver henda hóteli á Boardwalk og þú tæmir og það fyrir eitthvað illiði. Ég veist að maður getur enda að vera alveg brjálaður í spili, sko. Já, sko, það sem ég verð brjálaðast í, það er bortins. Já. Ég hef ekkert viljað berja eitthvað í Monopoly. Ég er rosalega góður í bortins. Ég var góður. Það er bortennisborð á skrifstofunni hjá mér. Ég er í þessu á hverju kvöldi. Ég var feskur en maður þarf að halda þess aðeins við í bortennis. Algjörlega. Maður hittnar. Herru, hver var feik? Feiki var, allir tókst að eyðileggja hana. Fólk sé að fá það í svefni. En við skulum bara halda áfram með þáttinn og... Ég fannst það eitthvað skrítið, ég veit ekki hana. I smelled shit.
FM 957. Við drengindir erum í feeling eins og áður hefur komið fram. Akkurat. Og já, það er komin tími á gamlan og góðan dagskrálið. Já, það eru Þessi búin að vera smá frí. Það eru engamálin og já, við erum búin að gefa engamálum aðeins of langt frí að mínum að því. Já, þú ætlar að taka þetta í dag og ég tek þetta næst. Ég ætla ekki að ljúga ykkur, þetta er að skemmtilega sem ég geri. Já, þú fílar þetta og fyrir þá hlustendur sem er að heyra þennan dagskrálið fyrsta sinn, þá höfum við Steindi verið að ringja út í bæ, við veljum bara eitthvað nafn, Sigrún, Guðrún, Ásdís, hvað sem er. Akkurat. Förum bara á já.is, ringjum eitthvað út á landi eða bara hérna í bænum. Þetta er svolítið heppni ákveð maður hitti, sko. Já, og þetta er basically við látum eins og hefur verið að tala við þar á engamáli í gær og reynum að drita út öllum nöfnunum okkar. Akkurat. Þetta gengur basically út á það að reyna að koma inn sem flestum svona stinki nöfnum. Eigum við að segja Guðrún í dag? Guðrún? Já, besta vinkona mömmu heitir Guðrún. Það verður hann gaman að lenda á henni. Ok. Herðu, þá fer ég hérna eitthvert og maður sé að finna Þú tilbúinn? Já, númer 3 eða 4 eða eitthvað svona ekki fyrsta. Ekki fyrsta, það er ekki happa maður. Er þú klár? Ég er klár. Hjólum í það. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, þá let maður verða af þessu. Maður er nú reynda búin að vera að peppa sig svolítið upp í alla morgun en já, þetta var nú gaman að heyra í gæra þarna, þannig að ég spurning hvort að við erum að henda okkur í lönns eins og við rættum eða Veitu nú að þetta tala við rétt að manneska eða? Ég bara veit ekki hvort það tala minnsni. Já, er þetta ekki Guðrún? Ætlum við ekki að nota alvörunöfnin? Hæ? Þetta er Helgi hérna minn. Bleiki Cadillac 85? Nei, ekki kannast við það. Nú, vorum við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Nei, það passar ekki. Er þetta ekki Guðrún? Jú, ég heiti Guðrún, en ég er Adolfsdóttir. Adolfs, já, ég kalla mig að inni, ég var hérna grænt ljós og allir feski 76, var ég ekki að tala við því í gær? Nei. Ertu bara grínast í mér eða? Nei, alls ekki. Nei. Það er ekki, nei, það bara passar enga veginn, sko. Geti að hafa verið að tala við undir ykkur öðru nafni að það. Ég er Speedy Gonzales 33 eða hangin svo hestur 18 ára. Nei, ég hef aldrei farað inn. Dósi 34, Dirty 30. Nú, djöðsis. Herðu, ég afsaka. Hefur ekkert verið að nynni? Ertu ekki, þú ert ekkert mamma rusl 45, nei? Nei, ég hef bara haft 50 eitthvað ára og... Nú, ég hlýta að vera að ringa eitthvað vittlust. Já, ég var að tala þarna við allavega dollu fulla naflakuski 66 og þingudrullu 19 ára. Ég held kannski að þú varir... Já, þetta er... En kannast eitthvað við Chris Kíli 85 eða Húpa Búpa og Blastu Þykjakúlbi Raskata með 34 ára? Ég sagði, þetta er bara svo kínverska fyrir mér, sko. Já. Þú er bara eina betur. Ekki máli, ég ætla að heyra hans í hrækt að baki að mér að kalla með aumingja sem ég er 23 og aðtöða hvað er að gerast þetta. Þetta er mjög óþægilegt. Gerð það? Já, takk. Bæ. Ég sá bara þú hefur svo gaman að þessu. Ekki það, ég verði að halda inn sko. Þetta er að skemmtla sig ekki. Þetta er sann svo óþægilegt. Verðum við ekki að ringi hana? Nei. Já, það er sann svo þægilegt eins og þessi Guðrún, hún var svo almennileg. Þetta er svona kandidat viltu í svona hrekk. Ég veit að hún tók svo hvað? Nei, ég er ekki það. Þetta var svo kynneska fyrir mér. Ég var alltaf að reyna láta hana vera brjála út í mig. Og komstu öllu nöfnunum minn? En ég náði því ekki, hún varði ekki byrjuð út í mig. Þetta var góð kona, það bara svo. Þetta var engamálið og ég var fann að sakna þess og Steindi líka greinlega, það er okkur ljóst. Og einn úr bómull. Það held ég, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á FM 95 blöð þennan föstudaginn 17. apríl og við drenginir í fantagýr, alltaf gerast. Mér líður eins og þessi 17. júni. Já, það er gýr í gangi. Það eru bara hátíðarhöld, því að við erum að fara að detta innstráka núna með staðstu tilkynningu sem þátturinn hefur, nokkuð tíma tilkynning. Já, við getum orðað þannig að þetta tengir svolítið þættinum því að við höfum verið í gegnum tíðina verið með svolítið sem við erum að fara að segja núna en aldrei hefur það verið jafn stórt og þetta árið. Nei, það er bara ég elska að koma tilkynningar. Já, og þú, sko, mér fannst þú ættin bara tilkynninga hér en Egill Einarsson er búin að búa til eitthvað trailer sem ég er ekki búin að heyra. Ég er ekki eitt ánæðar, ég fór í gær og... En akkur ekki bara tilkynna þetta eins og menn? Akkur þarf alltaf að vera trailer?
Ég held ég var að gera góðverk. Ég fór henni uppbyttur í gær og hitti Peter Bellamy Anderson og við hjóluðum í þetta En kannski þetta geggja trailer. Gefið þessu séns. Við megum ekki tilkynna það núna, þú vilt spila trailerin. Þú vilt að tilkynningin kom í trailerinn. Sko, segjum ekki neitt og ítum að play. Tökum fyrir eitthvað chit-chat eftir trailerin. Og spjalla eftir trailerin. Þannig þetta tilkynning FM 95 Blöð. Ítt á græna takkan blóndi. Kæru hlustendur, það komið að tilkynningu FM 95 Blöð. Það eru stóra fréttir í gangi sem tengjast, einhverju í sumar. Tjekkum á þessu. People of Iceland, stop what you're doing and listen. Put down your pencil, your dumbbell, your Gatorade. If you are driving, stop the car right now. Because I've got something to tell you. Were you thinking about going to Westman Islands this summer? Because there are a couple of guys you know who are gonna be there. Föstudagur á þjóðhátíð. Miðasalan hafin á dalurinn.is. Það held ég, kæru hlustendur, FM 95 Blöð verður á þjóðhátíð. Nákvæmlega. Við höfum verið með 2 þjóðhátíðaþætti og þeir hafa báðir verið geggjaðir. Núna við vorum ekki fyrra, en verðum heldur betur núna. Það verður 3. þjóðhátíðaþáttur FM 95 Blöð. Akkurat. Og ekki nóg með það, heldur, fáum við að henda okkur á sviðið. Við fáum að sjá partíið kvöldi. Við fáum að sjá dalinn eftir miðnætti. Eftir miðnætti og fös, þegar liðið komið í gírinn, það eru við að sjá allir hoppi hérna niður þetta. Ég ætla að skjóta það strax núna. Ég ætla að skjóta með fullri virðingu fyrir brekkusöng og blísum og öllu þessu húlumhægi. Þá ætla ég að skjóta það að föstudagurinn verði stærsti dagurinn í EM. Við ætlum bara að gera hann að stærsta daginn. En það er bara svolítið. Það er þannig og sko það er meira þess að það sem að nú ekki tilgjöngum hjá Agli. Við ætlum að setja smá press á sálan. Við ætlum að búa til okkar eigið þjóðhátíðarlag. Já, það er eiginlega stærri tilkynning en að við séum að spila. Og verðum við ekki líka að gera það myndband? Við höfum gert 1 lag FM 95 Blöðgrúðið og myndbandu það. Mér finnst ef FM 95 Blöð gerir þjóðhátíðarlag þá verður að gera myndband líka. Sko, ég ætla líka hendilag. Muscle Boy hendilag. Það er bara þannig. Ég ætla líka hendilag. Nú, það verða 3 ný lög á sviðinu. Ég ætla að hendi nýtt lag, Egill ætla að hendi nýtt lag og við ætlum að FM 95 Blöð verður nýtt lag. Þetta verður veisla. FM 95 Blöð verður með þjóðhátíðarlag. Ertu basically að segja það, Blöndel, við að pakka sálinni saman? Nei, sálinni mín upp á hljómsveit, það er ekki hægt að pakka henni saman. Við verðum aðeins öðru í sig fyrir. Það er ekki hverjum degi sem ég nenni að henda bara inn í stúdíu og taka upp lag. Ég ætla að gera það fyrir þjóðhátíð. Þetta verður gegg að byrja með þáttinn frá 4 til 6, svo bara undirbúa sig fyrir kvöldi. Þetta verður veisla. Það spila líka verið 15 manns. Það fer ég úr 5.000 í höllinni á Guetta í 15.000. Hver að fara að gera þjóðhátíðarlag í ár? Sálin. Við erum að fara að pakka henni saman. Við ætlum að gera okkar eigið þjóðhátíðarlag. Þannig að ég myndi segja að þjóðhátíðarlag í ár var náttúrulega klárlega að 95 Blöð er að fara að gera þjóðhátíðarlag í ár. En þeir náttúrulega með vera með. Þeir með vera með sitt lag líka. Það er full hard. En við erum að fara að vera með þjóðhátíðarlag. Og minna fólk á, það er alltaf einhverju, ég spá að fara bara að taka laugardaginn og koma eins og mánudaginn. Nei, út að fara á föstudaginn. Og Herjólfur er að fyllast þarna á fös og 5. fös, þannig að ekki vera með allt niður þig, bókaðu þig yfir á eiguna á föstudeginum right now. Dalurinn.is og miðasalar hafinn á dalurinn.is. Hvað nú veit ég að þér er mein illa við sjóin maður. Ætla þú að, hvort ætlar að fljúga að taka Herjólf? Ég segi bara eins og í La Bamba, the stars belong in the sky, Richie. Ég ætla í Herjólf. Ég ætla að fara með 421 höð í Herjólfinn. Það er bara þannig. Ég hef nefnilega svolítið gaman að Herjólfi líka. Þá kemur með stemmingum. Þú veist, það er svo margir upp á þilfæri með jökulkaldan. Já, þú bankar í dósuna. Ég er alltaf bara komin í geðveikan þjóðhátíð að gýr. Já. Ég bara vildi þetta vera í næstu helgi. Þetta var líka sko bucketlistanum mínum að syngja einhvern á þjóðhátíð. Já, ég hef komið fram á þjóðhátíð. Og Sverri Bergman og Bent. Ég er náttúrulega kynnir þarna. Ég er að kynna ykkur inn og svona áteka nefnum blöðla og nýja þjóðhátíðalagi okkar. Akkurat. Og ég hlakkaði til að henda Svessa á sviði, láta hann taka án þín og þetta verður geggjað kveikja eldana á. Síðast þegar ég spilaði þarna þá reyfi mig úra ofan. Ég fór á bumbuna, ég var í svo miklum gír. Já, ég ætla að gera það. Og ég ætla bara að uppdata fólk, ég er að fara að uppleita þessum trailer á vídeo sem á Facebook og endilega bara deili þessu í drasl og það er bara klárt. Þar hafið það, FM 95 Blöð verður með rándýran þjóðhátíðarþátt þetta árið.
Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það steytist hér í myndir fyrir cash og stuðla. Strákar, nú ég bara farin að telja niður dagana þá til að fyrir á þjóðatíð. Ég virkilega spenntur. Já, ég vel hæptur. Við erum aðeins að bíða það er 16. apríl, sumarið er ekki byrjað. Á sviðinu, galli minn á sviðinu verður. Ég ætla að skúpa þig. Ég verð í hvítum pollagalla búið. Það er geggalið minn. Ætlar að skúpa þig bara eins og fólk skal degja og spennu það er geggalið minn. Það er öllum saman hvernig þú ert þarna bak við þetta. Ég verð bara Íttu bara að playa, nei þú gerir það ekki eins og fáðu bara eitthvað til ít og play fyrir þig. En það er hins vegar komið á dagskrálið sem er í miklu uppáldi á mér en ég vil hins vegar taka fram að ég ber enga ábyrgð á þessum dagskrálið. Þetta er íslenska slúðri. Þetta er e-mail sem stendur á. Og það er verktakinn Steinþór Hróar Steindórsson sem ber fulla ábyrgð á þessu og þið hafið samband við hann á hans Gmail ef það er eitthvað vesen. Herðu, býtu, hérna, það er sko, þetta er svo óþægilegt. Alltaf þegar ég ætla að fara að segja íslenska slúðri sem ég fæ by the way sent í e-maili og þá segir þetta alltaf. Við erum samsíkir. Við erum allir samsíkir, akkur ég segi samsíkir. Við erum bara allir saman með þátt og það er ekkert athugavert við þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég heyri. Ok, en finnst þér ekki líklegt að ég fengi þennan text að senda hann tölvupósti frá yfirmanni mínum? Já, ég veit nú ekkert það. Þetta tók mig alveg jafnvægi. En það er komið að íslenskum slúðri. Við erum allir saman í þessu. Já, við erum saman í þessu félagi. Það er bara svoleiðis. Það er brakandi fest í dag, strákar. Það er brakandi fest í dag og já, það er hvað er með? Hver að skita? Já, á við ekki bara að byrja fyrsta móla? Já, það ekki. Jó, ég ætla að byrja fyrsta móla og það er félag okkar, það er bara svoleiðis. En það er Jón Gunnar Geirdal. Nei, Nonni Tattoo. The Tatman, Lemon Boy. Jón Gunnar Geirdal. Ísland. Akkurat. Ég heyrði gott nýtt nafn á hann daginn, John Lemon. John Lemon, já, wow. John Lemon. John Lemon, það er rosalegt. Herðu, en allavega, Nonni Tattoo, Jón Gunnar Geirdal, hann er að reyna að rífa sig upp núna á samskiptamiðlunum. Já, Twitter og Instagram og svona. Já, hann er búin að vera því þessa dagana og er búin að vera svolítið latur þar og hann er svolítið einblína á Instagrami og hann er að setja núna 2 myndir á dag. Það er bara svoleiðis og er svona og er eiginlega bara að koma með þetta á heilan. Og núna páskana þá var hann í matabóði með konunni og fjölskyldu hennar. Það matabóð hjá foreldrum hennar og fóð með konunni og það var hérna bróðir hennar og frændinnar og allt þetta, þú veist, þetta var bara stemning. Já, algjörlega og svona mjög dönnu stemning samt. Þetta var svona liðasötra raukt og bara er hann eitthvað að skita á þessu? Já, hann var bara að spjalla og svona, þetta var bara næst stemning, þú veist. Og Jón Gunnar smellir hérna mynda sér og með tengdapappa sínum. Og spyr hann strax bara svona, heyrðu, hvort til það sitt í X Pro eða Valensi filter og svona, þú veist, til að tana það á myndir í fattari og tengdapappi náttúrulega veit ekkert, skilur ekkert hvað hann að tala fattari og svo setur hann myndin inn og það er bara allir slagir og nettir og segja sögur og spjalla og þetta er bara rosalega svona danna matabóð og svo er þetta ekki bara venjulegt matabóð? Jú, þetta er bara mjög venjulegt matabóð og svo er Jón Gunnar alltaf að spyrja alltaf við borðið alltaf svona kastaði inn hvernig reisjóðu sé á myndinni getur einhver tjekkið á því hvað eru komið með mörg likes hann er með þetta á heilanum, hvað eru komið mörg likes á þetta hvernig er reisjóðu á þessu og fjölskyldan er svona, þú veist, það er ekki allir á Instagram og svona, skiljið ekki og hann fór eitthvað að útskýra þetta og svona, þetta var bara mjög óþægilegt svo aðeins setna þarna þá fer hann bara allir að svitna verður allir stífur stendur hann upp, ég er ekki grínast ykkur hann stendur síðan bara hann upp 12 likes er bara komið 12 likes á þetta þessu skítar eittsjó er þetta maður á ég eyðinni nei, er það á seint, segir bara satt á ég eyða þessari mynd, er þessi mynd feil er hún feil og er að spörja þessu og stemningi var bara mjög óþægileg konan hans var að byrja að kvísla hann að droppa þessu bara og tala þetta setna bara þegar þau eru komin heim með eitthvað ekki við mataborði og hann alltaf að spyrja hvort að reisjóðu sig í lagi með þessu já, nei og svo faraði þarna að spila Alias og Actionary og það er komin desert á borðið og bara svona hugguleg stemning þú veist, menn í rauðu og kannski einn og einn komin í G&T og svona þá var hann alltaf að trufla þegar hinn voru að gera alltaf svona að brifja þetta upp hvað er það málið með reisjóðu menn ámæra hendin út eða ekki var bara svona, svolítið svona ákafur er þetta léleg tímasetning það er komin 17 likes á 2 tíma 17 likes svo ríkur hann inn á baðherbygg
og þar í hálftíma og kona var hann að banka á hann og eitthvað og svo kemur hann fram hálftíma setna, hey crew, tjekki á Instagraminu mínu, ég lofa góðu ratio, tjekki á þessu, ég lofa góðu ratio, og konan hans fer á Instagrami, þá var hann búin að gera það niður sig og liggur hann á gólfinu með rassinn svona upp í loftið og eitthvað og stendur á myndinni Family Dinner Gone Wrong. Strax komið 9 likes á þetta og ég er að segja þetta fyrir 40 likes fyrir miðnætti, ég er að segja ykkur það snýst alltaf ratio, ég er ekki kallaði nonni ratio fyrir ekki neitt hérna. Nú vil að kalla sig nonna ratio. Þetta er eitthvað besta slúður sem ég hef. Nei, þetta er það sem ég er að fá að segja. Hann er með þetta á heilan. Hann bara gerir allt fyrir gott ratio. Eittan hinn þá setti þessan 9. Hann eitti hinn og setti 9 með rassamyndininn og er að reyna að fá, hann komið 9 likes á þetta á 2 mínútum. Þetta var að fara upp í 40 sagði, fyrir minnati. Þetta minnir mér samt og einn góða mann sem enn og hérna með okkur í stúdíónu. Egil, þetta er svolítið þú. Nei, þetta er þú. Er þetta ég? Þetta er ekkert ég. Hvernig er ratioið? Nei, já, ég spyr stundum í gríni bara svona, hvernig er ratioið á þessu. Nonni er orðin obsessed á þessu. Já, Nonni er obsessed. Það er alltaf að pæla í þessu. Já. Þú er orðin obsessed, það er mikið. Já, hann er að tapa sig greinlega. Alveg hinskilistrákar, hafið einhvern tímann hent mynd eftir að svona hálftíma eftir að postinni? Nei, ég hef gert það á Facebook, já. Ég hef aldrei gert það á Insta. Ekki á Insta, ég hef eins og ég gert það á Face. Þeir eru alltaf ekki með ratio samt á heilanum eins og Nonni. Nei, Nonni þarf að passa sig á þessu. Nonni ratio. Herru, þá er næsti mólið, það er Siggi Hlö. Góð vinur minn. King Siggi Hlö. King Siggi Hlö. Toppmaður, snillingur, engin leiðindi. Ekkert svolítið. Hann er á lífi. Ég full að trúa þessi jákvæmt. Hann er sprelljandi kallinn maður. Hann er það, hann er hress kallinn. En ég er ekki með góða fréttir af hlöma sín. Það er bara svona. Akkur er alltaf vont slúður. Nei, það er ekki vont slúður. Hann er staddur út af Flórida núna. Á Facebookinu. Já, það er bara sönn saga, hann er út af Flórida og fór í dýragarði með fjölskyldunni og var eitthvað fíblast. Afsakið, ég veit ekki eins og hvað það var ég manum að mér var þetta róp og þetta viðrekstur, en allavega hann var að fíblast þarna eitthvað í Simpönsunum og er með þarna fjölskyldunni, stórfjölskyldunni sko, og hérna var svona ullandi og var svona eitthvað að gera grín í þeim og lenda á hennu brjáluðum sem hérna býtur í tungun á honum. Simpansin, stórt stykki úr tungun á honum. Nei. Jú, stórt stykki, hálf tungan á honum. Nei, tungan á honum er bara farin, hálf tungan. Og hann er núna á mikla bömmir yfir svo því að þátturinn hans, hann er það sannlega hætt á bylgjum. Það er bara svona, hann getur ekki verið á bylgjum lengur. Siggi Hlö með fulla tungu. Og getur náttúrulega líka að smittast að AIDS sem hættu þessu. Þetta er náttúrulega monkey sem beit hann. Þá er það síðasti mólin og það er María Ólafs. Nú, hvað með hana? Það er Eurovision farin og framlag okkar Íslandinga til Eurovisionar. Það er María Ólafs. Frábær sönguna. Frábær sönguna og vinkona mín. Ég held að hún endur 100% í topp 3. Já, ég er sammála því. Hún er hrikalega góð. Ég er sammála því og hún var endar ekkert að skýta neitt á sig en ég fekk bara sendt mjög athyglisvert slúður hana. Ok, hvað er með það? Sem ég langaði svona rétt svo að segja frá. En María býr hjá foreldur sínum og er að safna pening fyrir íbúð sem er nú ekkert af því. Það er náttúrulega plott að vera bara á Hótel Mömmu. Það er heimilismatur og bara rosalega kósi. En það er ekki margir sem vita þetta að þú veist, hún er kvenleg og hún er svona lítil og fingjar og svoleiðis svona, við getum kallað hana dullumús, er það ekki eitthvað svona orðið yfir hana? Jú, dullumús. En hún er algjör strákastelpa, það vita ekki margir. Hún er algjör strákastelpa og herbyggja hennar, það er vist plaggut út allt herbyggja hennar, Wayne Rooney og Ryan Giggs, hún er með plaggut á Tupac og Biggie Smalls og þetta er svona, þú veist, hún hangir öll kvöldin í herbyggja, hlusta á Aphex Twin í botni og það eru táfílusokkar undir rúmi og baconböður á náttborðinu og þetta er svona töffari sko, þetta er svolítið svona strákalegt úlingaherbyggi og hún hangi bara með strákum, hún ánga vinkonur og þau hanga þetta öll kvöldvíst og hún og einhverju vinir hennar og henni finnst bara stelpur hálf leðilar, það stendur þetta í svo móla þetta. Það er það. Já, og sem er nú ekki frásögfærandi, nema hvað, nú eru foreldrar hennar alveg búin að fá nóg að henni. Okay. En það er út af Macintosh-stólu sem er á ofnunum hjá henni, sem hún geymir á ofnunum hjá henni, en hún og vinir hennar, aðalega María samt, eru sko tók upp á því daginn að safna ropi og viðrekstri í dollum. Það verður ekki með þetta kjalla. Jú, þetta var íslenska slúður. Alltaf þegar einhver þurfti að ropa, þá var alltaf ropa í dollum. Þetta hann eitthvað. Jú, þá var ropa og farta í dollum. Já, þetta var íslensk slúður. Og lyktin var hann að rata fram. Já, og það er bara búið að setja stólinn fyrir þetta. Annarkvæmt flytur hún út eða losa sig við dollina og hún valdi dollina. Allt sem var sagt í þessu slúður í dag kjaftaði. Hún ætlar að opna dollina og henda inn til foreldra. Ræður þú við eitt Elvis style? American style.
Kevin James mættur aftur That's clean glass sem Paul Blart Las Vegas besti öryggisvörður í heimi Paul Blart Mall Cop 2 kominn í bíó. Þú þarft ekki að vera atvinnuhlaupari til að taka þátt í The Color Run í boði Alvagen þann 7. júní. Þú getur hlaupið, gengið, tekið hænuskref eða búið til vindmyllur alla leiðina ef þú vilt. Komdu í skemmtilegasta og litrikasta hlaup sumarsins í samstarfi við By 5, Safran, Nýherja, Brooks og lyfjafyrirtækið Alvagen. Ert þú búinn að skrá þig á miði.is? Ég ætla á þjóðhátíð. Ég ætla á þjóðhátíð. Ég ætla á þjóðhátíð í Eyjum. Ég ætla á þjóðhátíð. Þjóðhátíð í Eyjum 2015. Forsala hafin. Tryggðu þér miða á dalurinn.is og láttu sjá þig í brekkunni. Þjóðhátíð 2015. Það sem hjartað slær. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Leinuringjabar. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Just do it Smáralind. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sem 55-12345. Ég heiti MC Gauti og næstkomandi þriðjudag ætla ég og Frikki Dór að frumflytja nýtt lag. Það heitir Í kvöld hér á FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö í boði hamborgarafabrikunar. Viltu bernessósu með frönskunum? Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við erum ennþá í hrikalugum gýr, strákar, því það er nóg eftir. Það er veisla framöndan áfram. Já, það er komið að myndir við kæs og svo er líka stuðlagið hérna eftir smá. Nákvæmlega. Veisla. Já, ég veit ekki hvort að stuðlagið flokkist undir veisla. Nei, veistu, ég er alveg sammálaður, ég held að ég tekið tilbaka. Það flokkast ekki undir veisla. Haters gonna hate, ég held að. Já, ertu búin að ákveða eitthvað hvað það er að bjóða okkur upp á? Já, ég kom með winner, held ég. Er það? Já. Hann slakka til að spila það fyrir okkur, ég get ekki beðið. Er þetta heyraskasti Einas? Það heyraskasti Einas, það er bara þannig. En já, það er svo, ég glemdi nú að tala um það hérna líka fyrir í daga eins og ég hendi nú inn á Twitterin í gær og kannski flesti búin að sjá það. Þá vorum við að fara að elta Gunnar Nelson til Vegas í atvinnunum okkar 2. Skila spennandi og skemmtilegt. Ert að fara til Vegas, maður? Ói barasta. Hatta það ekki. Ói barasta. Gaman að segja frá Vegas því að við erum að fara í myndir fyrir cash. Vantar ekki hljóðmann eða eitthvað? Getið ekki rúla með? Hvað rugl er þetta? Vantar ekki eitthvað B-kameru eða eitthvað? Hendur á búmina. En það er komið að dagskrárlunum myndir fyrir cash. Já. Eru þið tilbúinir, drengir? Absolutely. Myndir fyrir pening. Egil látið sleppi trailerinn miðin í dag. Af því að það er að koma trailer næst fyrir stuðlagi. Já, gefum honum frí það. Gefum ekki bara greiða atkvæði. Ég segi gefum honum frí. Ég segi gefum honum frí. Ok, málega, ég ætla ekki að Ok, þeir ákveðu þetta, 2 á einum. En ég ætla að þeir geta ekki kent mér það þegar allt trompast á Twitter núna og fólk er að taka ykkur inn og gefa ykkur shit út eða sleftur. Heldur í alveg að fáum shitstorm að því að sleppu myndir fyrir cast-trailunni. Ég myndi segja að Twitter mitt muni, sko, það mun gefa sig núna. Ég held nefnilega að það verði akkurat auðvitað. Ég held að menn muni þakka okkur fyrir á Twitter og segja bara, veist að takk fyrir það. Gefum okkur frí. Gefum honum frí þessum trailer. Ég held að fólk verði reitt. Þið fáið trailer hérna eftir smá því að það styttist í stuðlagi og ég meina ef það verður shitstorm yfir þessu þá bara setjum við trailerin á í næstu viku. Er þið tilbúinir, drengir? Já, við erum klárir. Þá hefjum við myndur fyrir penning. Fyrir 20 milljónir myndu við fara fyrir utan 3 leikskóla og sannfara 100 krakka í leikskólanum að jólasveitin sé ekki til. Myndu við eyðileggja drauma fyrir 100 börn fyrir 20 milljónir. En er þetta eitthvað draumur, jólasveinnina? Þetta er svona, þú veist, svolítið leiðilegt að missa hann út 5, 6, þetta er 4, 5 og 6 ára gamil krakka, sko. Já, en geti ekki vel verið að segja ykkur 5 ára krakki að hlusta núna? Þá varst þú búin að því? Mann. Ég tala um að þú myndir eyðileggja fyrir hann jólasveinin. Já, það er bara með að vera eitthvað vonduð hann eitthvað. Já, þú meina það? Að fara í búning og sparki hann? Já, ég veit það ekki, þú veist alveg hvað ég meina. Hvað myndir þið ekki gera? Ég bara veltaði fyrir mig, sko, ég vil ekki særa börn, þetta er ókunni börn. En er þetta eitthvað, sko, sem þetta mun ekkit valda nefnum skada þannig séð, þau munu frétta þetta eftir x tíma, hvað sem mér? Sko, þetta er ókunni börn. Ég hugsa að ég myndi fara í jólasveinabúning með einn krumpaðan túli og ég myndi taka að með skeggið á einhverju. Þú mæta ofurlega á leikskóla. Já, rífa með skeggið
og segja þeim að ég var ekki raunverulegur. Þannig að þið eru basically að segja Og kassin, ég myndi kassin. Þið myndi bara að segja já við þessu. Nei, ég er ekki búin að gefa svar. Þetta er mjög erfitt. Þetta er ókunni börn. Ég veit það ekki. Ég er eitthvað... En ef ég myndi fara á 5 ára krakkarna hana, það er svona, ég held að það sleppi 5 ára krakkarnir. 4-5 er alveg ömulegt. Já, ég var 7 ára þar að ég myndi öskra þetta yfir leikskólan og ég myndi gefa öllum krökkunum 5.000 skall. Strendar á Sauðárkróki. Hljómar það ekki? Ég myndi dreifa 5.000 skallum á liðið og öskra það leysir allt. Bara þú fullur með einhvern bjór þarna að dreifa 5.000 skallum. Þetta er 20 kúlur og þú ert ekki að gera eitt slæmt þannig síðan ef maður bara að flýta. Voru þetta ekki 3 milljónir? Þetta voru 20 milljónir. 20 milljónir? Já. Hvað sko spurning er þetta? Hvað myndi allir gera þetta? Auðvitað. Eru þið brjálaðir? Það var það næsta. Myndið tala eins og vélmenni sem eftir æfi ykkar fyrir 100 milljónir. Hvernig vélmenni? Þannig að þú myndið tala svona. Arnold talaði ekki svona í Terminator. Nei, þú myndið tala svona núna alltaf. Hvernig er röddin samt? Eins og ég er að segja núna. En er ég samt með mína rödd? Er ég með vélmannarödd? Þú ert með þína rödd en hún fer svona hægt og eftir með svona vélmenni. Mætti ég tala svo T-1000 í Terminator? Þegar hann talaði basically bara eðla T-1000. Þetta er svolítið leiðilegt í matabóðu eitthvað. Þú ert svolítið lengi að tala. Þetta er bara lengi að koma þér á. Ekki bara í matabóði. Hvað er mikið cash? 100 milljónir ætla ég henda á þetta. Hvað það tala lengi svona? Alla ævi. Jésús, alla ævi. Þetta ekki að drullast við að hafa þetta alltaf 10 ára. Nei, þetta er hræðilegt. Ég er þetta ekki alltaf nei. Þú nennir ekki að tala strax og þetta er bara eyðilöku fyrir, þú ert ekki að út leikari stendi og út í útvarpsþætti og... Ég ætla að svara þessari spurningu. Kottu með cash. Ég ætla að segja já. Kottu með cash. Þú segir alltaf já. Strákar, auðvitað. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki spurning. Þetta eru 100 milljón. Já, fyrir að tala svo velmenni. Já. Ég held cash að ég verð að segja nei. Hvað er allar að fá þennan pening? Gilsi segir nei. Þetta er ekki það slæmt. Ég held að þetta getur verið bara skemmtilegt svona, já, ég held að þetta getur verið skemmtilegt bara svona fólki myndi finnst gaman að heyra í þér sko. Nei, þetta verið fyndið fyrst. Erfitt fyrir mig því ég mæti einhvern skóla með fyrirlestur heilbrigðan lífstíl og bodybuilding og þarf að tala svo vélmenni. Hvaða skóla erst þú að halda fyrirlestra? Hvaða bull er þetta? Ég er bodybuilder. Já, frábært, til hamingju með það. Þá er það síðasta tengist það vélmenni. Mundi, já, ég næjus ekki sko. Þá er það síðasta. Munduð þið fá það á 10 mínútna fresti í hálft ár fyrir 100 milljónir? Ég er ekki í lagi með þetta. Já, auðvitað. Já, það var bara mjög út í vinnu til 6 og klukkutíma. Þetta bara háður í lífinu sko. Já, ég meina, þetta er náttúrulega líka bara notalegt. Nei, ekki þegar þetta er svona mikið sko. Á hálftíma fresti? Nei, 10 mínútna fresti. En þetta gerir það sjálfur sér ekki? Hann þarf ekki að... Nei, þetta bara kemur, þetta er fólk sem er með svona sko. En fyrir þetta þá að vera sárt, verður þú auðvitað? Já, þú veist, 6 og klukkutíma allan sólarhringinn. Þú gerir ekkert, þetta bara kemur á sjálfur sér. Já. Auðmur þannig sér. Myndum maður ekki bara, þú þyrftir að vera með bleiðu? Bleiðu? Já, ég veit ekki. Ætlar að skýta í þig líka? Nei, bara... Ætlar að mig og skýta í þig? Pítur, fattar þetta ekki eða? Okkur hann þurfið bleiðu? Það er svo vitlaus maður. Ætlar að mig og skýta í þig? Er hægt að vera vitlaus eða? Ég þarf bara já eða nei, ég vil helst ekki ræða þetta mikið. Ég ætla að henda já á þetta. Já hjá þér. Já, veist það, ég myndi sko, veistu hvað ég myndi gera? Ég myndi alltaf vakna hverjum átti. Er þetta á nóttinu líka? Nei, ég skal gefa frí á nóttinu. Er það ekki? Mér finnst að menn verða að fá frí á nóttinu. En þetta er bara frá því að vakna þegar ekki að ferða að sofa. Ég hugsa að ég myndi sko stilli klukkuna, alltaf timer. Alltaf bara á 9 mínútur fresti. Já, bara 9 mínútur fresti pípi síminn og þá veit ég bara, ok, ég hef mínútu, þá fer maður bara aðeins bakvið og maður er bara, fer svona bara, maður bara begið nýjan og aðeins svona og svo komin aftur feskur. Svo mætir maður bara aftur feskur. Já, þetta er í hálft ár. Já, en þetta er alveg rosalega uppæð. Já, reyndir. Egil, já það nei? Ég myndi gera gott úr þessu. Ég ætla að nei á þetta. Þú hendur nei á þetta, það var nei allstaðar hjá Agli, já allstaðar hjá Steinda. Það er oft munurinn hjá þeim í þessu hvað ég? Sæði ég já við allir? Ég sagði ekki já við all. Jú, þú ætlar að rústa draumum barna, þú ætlar að fá það á 10 mínútna fresti og svo ætlar að tala eins og velmenni. Það er rétt. Þetta er skellum að ég... Blöð hér á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior sem eru með ykkur þennan föstu daginn sem fyrr. Það er ég ætla ekki að vera leiðilegur og ég ætla ekki að grípa fram með fyrir Blöndi en þú ert að reyna að kötta út glæni. Nei, við erum að fara í stuðlaði. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég var að fara að segja núna, það komið að stuðlaði ekki. Við ætlum að í stuðlaði. Nei.
Þú ert að kött út glænýjan dagskóli. Ég bjó til dagskóli í síðustu viku sem heitir Miley og Patrick Schwarzenegger. Hvað er að frétta af þeim? Það fólk vill fá að vita hvað er að frétta af þeim. Fólk vill hvað er að gera. Þetta er stormasamt samband. Hvaða prósent af landinu heldur að vilja vita hvað sé að frétta Miley Cyrus og Patrick Schwarzenegger? Veistu, ég verð að koma inn í þetta. Ég var ekki með í síðustu viku og ég væri alveg til í að heyra hvað er þetta. Ekki bakið upp. Ég verð að fá að bakið upp. Hann er með trailer fyrir þetta allt, sko. Já, ég hef ekki heyrt trailerin. Nei, Heppin. Ég væri alveg til í að hlusta á trailers. Heitur. Þú veist hvað þetta virkar. Það er alltaf að það eru 2 á móti 1 þá verður að vera svona. Það verður að vera einhver regla í stúdíónu. Ekki vera heyrur. Nei, ég er ekki að heyrur. Ég er bara minnst þetta skrítin dagskráraliður. Nei, bara prófum að heyra aðeins. Hvað er Patrik að gera núna til þess? Og þar er að spila trailerin þá. Ég heiti tími að búa hann til. Já, ok. Hérna kemur að hlusta á þetta stendi. Sennilega vesti trailer sem hann hefur gert. Við gefum hann það. Tilkynningin áðan á okkur á þjóðatíð var flott. Hlusta á þetta. I know what you're thinking. What is Miley Cyrus doing right now? And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is DJ Muscle Boy! Oh my God, Miley just had a cup of coffee. Patrick was seen leaving a movie theater. Miley bought herself a pair of pants. Was that a girl touching Patrick? It's not a tumor. They get fat. Shit. There is no bathroom. Shut up. I'm Detective John Kimball. I'm the party pooper. Get down. Get down or I'll put you down. Put that cookie down. You're fucking quiet. What is Miley doing? I came in like a wreck. I wanna know what she's doing. Please tell me, Muscle Boy, what's going on? Nei, veistu það, Egil, nú ertu í mesta ofmati sem við veitum. Þú getur ekki hendi 2 mínúta trailer. Þú baðst þetta. Miley, hvað ertu að gera? Þú mátt ekki blása þetta svona upp. Og af hverju talar ensku? Og af hverju segist að vera eini maðurinn í heiminum sem veist hvað? Þetta er að segja, þú færð upplýsingar þar á internetinu. Svo er hann með Arnold Schwarzenegger hann alltaf inni. Þetta er sonur hans. Já, veistu það, Egil, þú hefur komið að frusu trailer en þessi er skellur. Viðbjöður. Já, hann er viðbjöður. Algjör horfbjöður. Já. En fyrst að við spilum með hennar trailer, hvað er að frétta hann bara fljótt? Munið að ég sagði fólki síðast að Miley var í fríi á Big Sur, California. Og hann ekki með henni og eitthvað. Hann var ekki með henni og fólk var að hugsa, ok, þetta er skrítið. Akkur hún og ekki hann. Og hún er að chilla með Shane Thomas sem besti vinurna og er mjög huggulegu kallmaður. Þau eru bestu vinir og ekkert meira það. Og það sem er að gerast núna er að Miley er svolítið núna að gefa Patrick séns. Þetta er eiginlega loka séns. Hann er núna fullur á hátíð sem heitir Coachella. Já, það var síðustu helgi, en hún er búin. Nei, hún er ennþá. Er hann komin með gulaspjaldi að Patrick? Já, það er alltaf hana. Býttu út af hverju, er það því að hann er að djamma svona? Nei, þegar hann var að djamma daginn. Hann var hann að fór í... Akkur er ég að spyrja þessu? Hann var í Cabo í Mexiko. Ég sagði ykkur bara, hann var í Cabo í Mexiko og fyrirverandi kærastan, hann strauk bakið á hann. Það er nú marga vikur síðan að tala um þetta, sko. Já, en málið er, nú er hann mættur í Coachella og það hátíðin þess að það eru 2 dagsetningar og þetta var daginn og þetta er líka núna 16. til 18. apríl og hann er mættur, hann er akkord núna fullur og hún sagði bara við hann, ég er ekki reyna leiðileg, hagaður það verður myndvalur á þarna ef þú drullar þarna líka, eins og í Cabo þá eru game over, þetta er besta vinkonarnar að segja, en vitið hvað, ég ætti að segja fólklega, vitið hvað hún gerði við hann þegar að, eftir síðustu skitu hjá hann við erum búin að tala um þetta í 5 minútur hún setti hann í kynlífsbann Patrick Schwarzenegger var settur í sexban eftir Cabo-atriði í Mexiko. Ég trú ekki að við séum að það ræða þetta. Nei, veistu að ég sko... Og það sem ég get ekki beðið þetta næsta föstudag, mun Patrick Schwarzenegger skýta í Coachella, mun að vera paparazzaður. Herru, bara, þetta er komið. Þetta er bara komið gott. Þetta er bara, ég er að detta og gera þetta. Ég hlakkar til að heyra hvað var að gera þetta. Já, það hlakkar engum öðrum til.
Reading eru í undanúrslitum í fyrsta sinn í 88 ár, en Arsenal eru öllu vanir. Tippaðu á Reading Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Hollusta sem lætur líkamann dansa og ferskleiki sem lætur bragðlaukana syngja. Serrano, fresh, happy, Max. Nú styttist í breytingar. Þann 1. maí kveðjum við símanúmerið 118 og færum þjónustuna yfir í 1818. Heyrumst þar. 1818. Tvöfalt auðveldara að muna. Já er svarið. Ekki gleyma að teygja. Ekki teygja of mikið. Ekki gera neitt sem er of flókið fyrir þig. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Nýjar vörur í hverri viku. FNF Kringlunni, Litlatúni Garðabæ og Furuvöllum Akureyri. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Við erum með ráð undir rifi hverju. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Það er Hamborgarafabrikan sem færir þér 2 harða og 1 lungamjúkan. Það held ég, elsku vinir og lífsförunautar. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Djún, Auðun Blöndal og Egill Gils með ykkur á sem glæsilega föstudegi. Og strákar, það er líðandi lok. Já, líðandi lok. Við eigum reyndar eftir að fara hérna í Stuðla í hans Gils. Þetta er búin að hrikalega þéttu þátt. Ég er búin að skemmta mig konunglega með ykkur í dag, eins og alltaf. Já, sömuleiðis. Ég er með Stuðla í dag og þið tveir félagar hafið verið mjög duglegir á samfélagsmiðlum núna undanfarið að drulla yfir mjög virtan tónlistamann DJ Alligator. DJ Alligator er ekki virtur tónlistamæður. Hann er ekki virtur tónlistamæður. Ekki allar hendi hann einu sinni. Nei, það sem ég ætla að mála Ég er farin að sakna DJ Bobo. Ég held ég myndi aldrei segja þetta. Ég líka Basshunter, kottum með hann. Kottum með eitthvað annað DJ Alligator. DJ Alligator Ég skal leyfa skúter í dag. Já, en málið ég vil, þetta verður svolítið redemption fyrir DJ Alligator, því að þarna heyriði virkilega hvað skoðan tónlistamann hefur að gema. Og áður þú ítur á play blandi, þá ætlum ég að útskýra konseptið að þetta lag, því að DJ Alligator, þessi virti tónlistamæður, við vitum konseptin, hann er með blöðrulag og hann er með öll þessu lög, þetta er ömulegt. Fólk hefur heyrt Balloon, Balloon er versta lag sem ég heyrt. Og fólk hefur ekkert heyrt Balloon, það er bara þú og nokkur félagi. Fólk hefur heyrt Suck on my lollipop og fólk hefur heyrt Whistle Song, en nú er komið að 4. laginu hans DJ Alligator. Og þetta er eiginlega... Er þetta nýtt lag? Þetta er náðans besta lagið þess. Er þetta glæð nýtt eða? Hann var í frí á Portugal og hann var mikið moskítoflug og vandamálun á herbyggjunas. Og hann útskýrði viðtali, það voru virt viðtal einu sinni á hjá og ég horfði á þetta viðtal. Hann sagði, hann var eitthvað svona, hvað ertu þarna fluga? Where are you? Og eitthvað svona, I wanna kill that damn mosquito. Og síðan hann að tala alltaf við moskító. Síðan eitthvað, I've been waiting for a long time to get a hold of you. Ekki fjalla lægið að hann sé á hótelherbyggjar að leita moskítoflug. Má ég klára út? Hvað heitir lægið? Segðu mig það fyrst. Það heitir Mosquito. Nei! Þetta segir mér að séu flugurhljóð eins og með blöðruhljóð. Við erum að fara í eitthvað ógjöf. Nei, sko, og síðan drepur hún hann og segir look at you now what? Og þetta í læginu? Hvernig getur, pældi hvað þetta er lélegt koncept. Ég er bara hund stressað. Pældi hvað þetta er lélegt koncept. Hvernig færðu út sér lélegt koncept? Lægi fjallar að mann sé að drepa flug. Ok, má ég allavega að fá. Þetta er svona eins og kannski fyrir 5 ára krakka verða. Ég veit alveg að þið fára á það, þá er sleðin uppi allan tíma og þið talið við lægi non-stop. Megum við láta þennan virtual tónlistamann njóta sín allavega gef mér allavega 1,5 mínútu. Já, ok, nú er ég ekki búin að play. Með hvað lægi fjallar hann sé á hótelherbyggi og lægi heitir Mosquito, alveg eins og hún heit Balloon hjá síðast. Ég er nú ekki að gambling menn, en ég er til að setja íbúðun og bílun undir þetta lag sem viðbjóður. Það voru til í það. Ég er sammálablöð, algjörsálega. Þetta lag er mjög langt frá viðbjóður og þegar ég heyrði það lag þá langar mig að fara beint í ríkið. Ég fer líklega beint í ríkið núna. Ríkið fyrir á hausin eftir að spila þetta lag. 300.000 views. Það er bara mjög fínt fyrir hann að virta tónlistum. Ég kvíði þessu. Þið verða að leiða þessu aðeins að njóta sér. Já. Kill the mosquito. Ói, barast að heyrðu byrjunna. Byrjar ókesslega. Kill the mosquito. Burn the mosquito. Damn the mosquito.
There you are. Yeah, come on. Settle down. Oj, bara það, vinna með svo óþægileg hljóð. Pæli, ok, ég ætla að búa til núna. Ok, ég ætla að búa til einhvern hittara. Pæli ákveða það, ok, ég ætla að búa til einhvern danshittara. Og ég ætla að vinna svolítið mikið á flugulhljóðum, því að fólki finnst það ekki bara óþægilegasta og leiðilegasta hljóð ever að fylla þessu hljóð. Þetta er ekki hægt. Veistu hvað maður að gera í síðasta lagi? Þá tók hann hefðum að sjá, hvað ógeðslega leiðileg hljóð? Já, þegar þú lætur svona hljóðu koma úr blöðru. Best að gera heilt lag það. Já. Þetta er sannlega taktlaus þessi DJ sem ég var að hlusta á. Þetta er bara einhver svona Virdal Jankovic þeirra DJ. Þetta er einhver jókari. Þetta er einhver sjoppugrínari sko. Það er búið, tölu yfir allt. Nei, það er ekki búið. Nú tala við hann aftur, pröfti. Yeah, you mosquito, where you at? Þetta er ekki lúðið, maður. Cause I'm coming to get you this time. No way. Þetta var stuðlegin ílíkum viðbjóðum, maður. Wow. DJ Alligator, hefur hann giggað síðan 2008? Herru, veistu það, ég er ekki að tjóka ykkur stóðar. Ég segi að við flytjum DJ Alligator þetta inn. Þetta kostar auðvitað bara kippa bjór og... Ég er ekki að fýblast í ykkur þegar ég segist ennþá verið að jafna mig eftir stuðlagið áðan þetta eiginlega tókst að toppa viðbjóðan í Þetta er sennilega mesti viðbjóð sem við spila. Þetta verið harða samkeppni við Balloon Song. Þetta er bara, wow. Sami listamaður, ef að listamann skal kalla. Já, einmitt. Ég skal loka því, ég mun leiðu ekki heim og ætla ég að kveikja á YouTube. Ég ætla að opna Mosquito og ætla að fá mér einn í skítkallan. Það er að sér að fækja. Allar er alveg, sko, verður núna alveg hreinskilin, bæðu sko við okkur og hlustendur og ekki ljúa okkur. Hlustaru á DJ Alligator heima hér í bílum eða eitthvað? Já. Ég hlustaði til þess að Balloon bara miðvikudaginn. Nei, ekki segja þetta. Þú ert að fara bara að hlusta á DJ Alligator í kvöld, Mosquito og fá þér einn í skallan? Ég er að fara að opna með einn skítkaldan og ég ætla að hlusta á Where you at? Where you at now? Wow, maður, herri, jæja. Þetta var FM95 blöð þennan förstu daginn. Við þökkum ykkur kjalla fyrir hlustunina. Það er frábær helgi framundan. Það er til dæmis KR Njarðvík í körfinni kvöld og Óskar báðu liðin góðsins gengis. Nákvæmlega, herru strákar, ég verð því miður ekki með í næsta þætti. Nei, en Sveppi Krull kemur fyrir þig. Akkurat, Sveppi Krull verður með okkur þetta næsta föstudag. Ég væri svo til að vera með ykkur en öllu þá. Og ég ætla líka að segja að fólk sem að hlusta núna misti af trailernum sem spiluðum áðan tilkynningun okkar, hún er komin á Facebooki mitt, check it out right now. Það er bara þannig, kæri hlustendur, FM95 blöð verður á þjóðatíð og ekki bara mútasátt heldur, taka 90 mínútur á sviðinu. Akkurat. Það verður veistla, takk enn og aftur fyrir hlustunum dag, við heyrumst eftir viku, þá verður Sveppi hérna með okkur, Steindi, hafðu það gott í, þú færði að taka gegna frí. Já, ég er að færa tekna frí, akkurat. Og bara við verðum í bandi, gangið hægtin gleðina dyr helgina og hafið það kósið því sem ætliði það. Takk fyrir okkur. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Kevin James er mættur aftur sem Paul Blart, Las Vegas. besti öryggisvörður í heimi. Paul Blart, Mall Cop 2, kominn í bíó. Þann 1. maí kveðjum við símanúmerið 118. Við flytjum góðu reynsluna og upplýsingarnar yfir í nýja númerið. Já, er svarið. Johnny Depp, Shakira, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Richard Branson og þú. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú komist í hóp þeirra sem eiga sína eigin eyju í Suðurhöfum. Báturinn í Eurojackpot stefnir í 7,4 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Italiano Pizzeria. Kynntur tilbúðin okkar á italiano.is. Italiano Pizzeria. Hún sagði mér ekkert það að hún ætti kærast eða eitthvað maður. Ný íslensk glæpamynd eftir Jón Atla Jónasson, innblásin af raunverulegum atburðum. Ekki fyrir viðkvæm. Bærið er FM95 blöð á FM957. Það er bara nákvæmlega þannig, gott og blessa kvöldi kæru hlustundur, klukkan er orðin 6 og gott betur það, aðeins lengri FM95 blöð í dag heldur en venjulega, en það er í góðu lagi.